partes sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Komið þið sæl og velkomin í Spursmál. Í síðari hluta þáttarins fæ ég hingað til mín Bergþóru Þorkelsdóttur til þess að ræða vegamálin. En það eru margar uppeyjurnar, ekki bara í umferðinni heldur pólitíkinni líka. Kristrún Frostadóttir ákvað á einni nóttu að snúa stefnu Samfylkingarinnar í innflytjendamálum og það allt á suðupunkti í pólitíkinni, meðal annars vegna þess, en einhver vegna þess að stjórnvöld virðast hafa misst tök á innflytjendamálum. Guðrún Hafsteinsdóttir var í viðtali hjá Andrési Magnússyni, kollega mínum í dagmálum núna í morgun og hún vill meina að við getum ekki tekið við fleiri en 500 flóttamönnum í mestalagi hér á ári hverju. Það er mjög fjarri þeim veruleika sem við höfum hort upp á undanförnum árum. Pólitíkin mun skipa stóran sess í umræðunni hér hjá okkur í fréttum vikunar á eftir. En svo það Grindavíkurmálin sem hafa auðvitað verið í brennidepli hér eins og annars staðar síðustu vikur. Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri, gaf eftir undan þrýstingi íbúa í Grindavík og hleypti þeim inn í bæinn að nýju. Starfsemi komið þar á í mörgum fyrirtækjum en fáir íbúar treysta sér til þess að dvelja þar yfir nótt og það ekki ástæðulausu. Veðurstofan og jarðvísindamenn telja miklu meiri líkur en minna á því að jörðin fari aftur að láta á sér bæra strax í næstu viku, mögulega 1. mars eins og Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur, hafði raunar spáð. Það allt á mjög huldu það hvernig málmunu þróast í Grindavík en á meðan að jörðin bærir á sér þá þingið að reyna að tryggja að Grindvíkingar geti losnað úr húsum sínum, selt þau og haft á þeim forkaupsrétt til 3 ára og við skulum vona að það rætist úr þeim málum öllum saman. Bragi Valdimar Skúlason, tónlistarmaður, þýðandi, PR-maður, auglýsingamaður og Inga Sæland, alþingismaður. Þau ætla að setjast niður með mér hér eftir örfá sekúndur og ræða fréttir vikunar. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Við höfum galdrað fram algjöra snilld. Gullsettbitar með aukalagi af unaðslegu Dore karamellusúkkulaði. 1 sett, tímalaust tvenna. Orðin okkar búa yfir kröftum. Orð geta verið blíð, nærandi, huggandi. Notum orðin okkar til að uppræta hatur, ekki efla það. Hvernig notar þú orðin þín? Jæja, þá þau komin hingað til mín í settið þau Bragi Valdimar Skúlason sem nú íslenskur spesialist og þáttagerðarmaður og allt múlíkt maður og svo Inga Sæland, hún alþingismaður en hún líka allt múlíkt manneskja, syngur núna meðal annars í alþingiskórnum, margrómaða, komið þið sæl blessuð, bæði tvö. Já, hvernig ganga æfingar? Frábælega, algjörlega frábælega. Mér langar til þess að hefja kannski umræðuna á máli sem að tengist þinginu og ykkar störfum. Það eru útlendingamálin og innflytjendamálin sem eru einhvern veginn í eldlínunni þessa dagana. Það ekki hægt að halda öðru fram. Hvernig sýnist þér þetta vera að spilast út núna þegar að nýtt útlendingafrumvarp komið fram? Þingið reyndar á leiðinni í kjördæmaviku. Hvernig munum við sjá þetta þróast næstu vikuna eða svo? Já, væntanlega mun þetta frumvarp koma inn strax þegar við komum úr kjördæmaviku og það mun verða klárað eins hratt og kostur til að koma inn í nefnd. Þannig að fyrsta loksins eftir langa og erfiða fæðingu tókst að sammælast í stjórnarflokkunum eitthvað þó það væri frekar smátt í sniðum að þá það samt sem áður skrefi rétta átt. Frumvarpið, finnst þér viðbragðið vera smátt í sniðum? Já, sko, frumvarpið sjálft náttúrulega mjög afmarkað við bara okkar sérreglur. Við erum að afnema sérreglur sem engin önnur Schengen-ríki eru með. Við erum að reyna að koma okkur í svona svipaðan stað og önnur Norðurlönd eru, gagnvart í rauninni málaflokknum. Við vitum öll þetta viðkvæmur málaflokkur og við viljum náttúrulega bjarga öllum heiminum en það gengur ekki upp og við vitum það líka. Þannig að
leið og við erum búin að samræma okkar löggjöf við löggjöfina hér á Norðurlöndunum, þá eru þröskuldarnir orðnir svipað háir minnstakosti, þannig að þá ekki þar með sagt að fólk kjósi frekar að koma til Íslands eins og gerist núna. En þú segir þessi smátt í sniðum, telur að það þurfa að ganga lengra með einhverju móti eða hvernig? Já, að sjálfsögðu þetta frumvarp ekki að taka á neinu í sambandi við, þú veist, búsetu, sérstöku búsetu úrræði eða aðgerðar á landamærum eða eftir grenslanum þá sem sækja okkur heim eða neitt slíkt. Það er bara viljayfirlýsing, einhver svo öflugasta viljayfirlýsing sem ég nokkuð tíma sé nokkur í fréttatilkynningu. Upp á 1562 orð, hvorki meira en minna, en af þessum og öllum orðum eru nú bara eingöngu 27 sem heyra undir þetta frumvarp. Þannig að þú sér það út af stendur ansi mikið. Og svona þó að þetta sé nú ekkert gaman mál, þá hefur stundu sagt ég líka með oft margar viljayfirlýsingar, sérstaklega áramót. Mér langar rosa mikið að vera 63 kíló 1. september til dæmis, en ég er alls ekki viss að gangi eftir. Þannig að ég segi viljayfirlýsingin er góð, svo langt sem hún nær, en ég er nú þannig gerð að ég vil nú frekar sjá gjörðir. Ég minnst að kosti fagna ekki fyrir en að ég sé að það hefur orðið að veruleika. Manni finnst pólitíkin hafa einhvern veginn umturnast í þessum efnum á ótrúlega skömmum tíma. Sumir vilja tengja það við færslu sem að Bjarni Benediktsson skrifaði í kjölfar þessa mótmælisbruttu upp á Austurvelli. Aðrir vilja meina að mælirinn hafa bara einhvern veginn verið fullur og það hafi verið tímaspursmál hvernig þetta myndi gerast. Þetta er popúlismi. Bragi, þú fylgist náttúrulega með umræðunni og þú kemur nú svona PR hliðum samfélagsins líka. Hvað er það sem gerist þarna að þínu mati? Já, ég veit svo sem ekki hvað nákvæmlega gerist, en þetta er allan að komið allhressilega á dagskrá sem er bara frábært og ég held að hljóta að vera, sko, þetta er náttúrulega, þetta er mjög flókið og allt það, en okkur vantar fólk og við þurfum að geta, tekið vel á móti þeim sem koma hingað og það sé einmitt einhver umgjörð og bara reglur í kringum það. Þetta sé ekki bara einhvern veginn. Af því það, sko, óvissa skapar alltaf vesen. Þannig að núna það er greinilega bara í pólitíkinni verið að setja þetta á dagskrá og það er bara allir flokkar raun og veru að setja sín spil út núna og svona og misvarlega og allt það. Af því þetta er náttúrulega mjög viðkvæmt líka. En ég myndi halda að, sko, eða næst einhvern veginn svona, hvað er að kalla, pólitísk samstaða að svona fara í þessu mála einhverju alvöru, að ná utanum þau. Þá, við verðum bara að gera það, af því að, þú veist, alltaf stærri og stærri partur bara af þjóðfélaginu er fólk sem er að koma. Við höfum náttúrulega verið með varúðarskilti, varúð, vont veður, sko, fyrir ég bara vorkinni öllum sem koma eitthvað, sko, að vera ekki betur undirbúinir, en grínlaust þá verðum við ekki að tekja á móti þeim og svona að fólk átti sig á bara hvers konar samfélag það er að ganga inn í og að við bara treystum okkur til að taka vel á móti þeim sem koma. Þannig að það sé ekki byggjast upp bara óánægja, fordómar, allt þetta sem við bara viljum ekki að sé hérna, en verður alltaf í óvissu og tortryggni og óöryggi að það sé ekki verið að vinna hlutina á faglegan hátt. En ekki þolmörk á þessu? Þú sér okkur vantar fólk. Höfum við áttað okkur á því í fyrsta lagi hversu marga við getum fengið inn í þetta litla samfélag, þetta litla málsvæði okkar og svo er það líka spurningin sem að menn velta fyrir sér, hvaða fólk eigum við að fá? Sumar þjóðir eru mjög stífar á því að velja fólk inn í löndin til sín, Ástralir eru kannski frægasta dæmi þarum, Nýsjálendingar og fleiri, en eiga það að vera flóttamenn, fólk sem er í nauðum eða eigum við fremur að leggja áherslu á það að fá hingað sérmennta fólk í hálunagrein? Þetta er nákvæmlega það sem þarf að ná einhverju grind utanum, af því að þú veist, ef þetta er bara einhvern veginn þá skapast óvissan, en sko, ég held að, sko, ef þú mættir alltaf velja þér bara nágrannana í hverfið þitt og bara hverjir er að, býta þessa flokkarusli sitt og allt þetta og allt væri bara, allir væri eins og maður sjálfur, þá væri heimurinn ansi fábreyttur en rosalega þægilegur. Við erum svo heppin í þessum þætti að við fáum algjörlega að velja hverja við fáum í eins og það er ekki meðmæli með ykkur. En mér langar til að sýna ykkur litla klippu úr öðru þætti, dagmálaviðtali sem að Andrés Magnússon, kollegi minn, tók við Guðrúnu Hafsteinsdóttur og við birtum í morgun. Heyrum hvað dómsmálaráðherrann hefur að segja þessu mál. En ég er persónulega þeirrar skoðunar. Ég held að í raun muni Ísland kannski ekki geta tekið á móti nema kannski 500. Það er bara þannig.
Þarna nefnir Guðrún held ég fyrstur stjórnmálamanna einhverja tölu þann fjölda flóttamanna sem að hún telur að við ráðum við. Þessi tala Inga er mjög fjarri því sem að við höfum verið að horfa upp á síðustu árin á grundvelli flótta fólks frá Venezuela, Úkraínu, Palestínu og fleiri ríkja. Mér langar aðeins að koma inn í það sem að þið sögðu áðurinn að við sáum hana Guðrúnu, okkar góða dómsmálaráðherra. Þeir vorum að tala að okkur vantaði fleira fólk. Ég er búin að taka eftir því í umræðunni að það er verið að blanda saman í rauninni fólki sem kemur hér, þú talar hvort við eigum að velja einhverja sem eru meira menntaðir annars líkt. Við erum aðalega núna að tala þann viðkvæma hóp fólk sem er að leita hér að alþjóðlegri vernd. Við erum að tala hælisleitendur sem leita að alþjóðlegri vernd. Við erum ekki að, það heyrir ekki einu sinni undir sömu ráðuneyti, einstaklingar sem koma hér og er að vinna og halda uppi hér, sko í rauninni bara ekonóminu, bara efnaðiskerfin okkar, hérna bara vinnumarkanum okkar. Við vitum það er yfir 75.000 einstaklingar að erlendu bergi sem eru orðnir búsettir á landinu okkar. Við erum orðið 20% þjóðarinnar er af erlendu bergi brotið og það má ekki og mér finnst bara alltaf svo dapurt að vera að blanda saman í rauninni því og þessu sem við erum að sjá núna yfir 4.155 hælisleitendur sem óskuðu eftir alþjóðlegri vernd hérna í fyrra. Það voru örlítið fleiri, hátti í 4.300 árið 22. Við erum að tala hér sko alla Árborg og rúmlega það sem er að sækja hér á 2 árum. Kostnaðurinn er komin yfir 35 milljarða króna. Við látum í rauninni eins og sírensli úr ríkissjóði sé bara ótæmandi. Við getum bara haldið áfram að nota fjármuni ríkissjóðs í rauninni málaflokkin sem að ríkisstjórnin sjálf með allt niður sig gagnvart vegna þess að ferlið sjálft, umsóknarferlið allt of langt. Við erum með og þurfum að halda utan þennan hóp, viðkvæma hóp fólks, hælisleitendurna. Við þurfum að halda utan þau allan tíma sem þau eru að bíða eftir því að stjórnvöldum, útlendingastofnun og kærunefnd og annað slíkt segi já, nei. En tekur þú undir þessi sjónarmið? Ég nú mun grófar og segja akkurat á þessum tímapunkti þá hef ég einfaldlega sagt Ísland uppselt gagnvart fleiri umsóknum alþjóðlega vernd á meðan við erum að vinna niður þann gríðarlega fjölda umsóknar sem þegar eru fyrir í kerfinu. Ég segi bara ef að þetta glas væri fullt og þú réttir mér könnu og segði mér að hella í glasið, ég myndi nú spyrja hvort það væri ekki í lagi með þig. Vegna þess að ef ég held áfram að hella í fulla glasið, þá náttúrulega bara skemmi ég þetta fína borð og út úr flæði. En getur ekki reynt að drekka úr því í svona millitíðinni? Já, jú, ég geri það nú og sérstaklega vatn, en sko það sama, við þurfum að ná úr því þá. Við þurfum að vera með skilvirkari úrvinnslu í málaflokknum. Þetta slæmt fyrir alla og sérstaklega fyrir fólk sem jafnvel búið að vera hér í 1 og 2 ár og jafnvel komið með væntingar það að ég sennilega að fá að vera hér. Svo allt í einu miðja nótt kemur lögreglan og tekur þið bara og fleygir úr landi. Sko þetta kerfi brogað og eins og ég segi, það ekki nógu gott að neinu leiti til. Hvorki gagnvart okkur sem samfélagi og umfram kostnaði sem við þyrftum alls ekki að vera með gagnvart kerfinu eða gagnvart þeim sem að koma hér og biðja og óska alþjóðlega vernd. Þetta frumvarp sem að koma inn núna, það til dæmis mun draga úr flæði þeirra sem að sækja alþjóðlega vernd og hafa þegar fengið hana í öðru Schengen-ríki. Nú þarf ekki lengur verið að tala vondu stjórnvöldi sem ætla að beita Dyflinnar-reglugerðinni. Það bara orðið sjálfvirkt. Það gerist að sjálfum sér. Þannig að það í minnsta kosti eitthvað í áttina en ég segi þetta viðkvæmur hópur og það eins og fólk, sko þjóðin eiginlega klofin, samt sem áður ekki því að það orðið mun stærri hluti samkvæmt skoðanakönnunum sem segir málaflokkurinn í lamasessi og við verðum að taka utan hann. Við sjáum í rauninni neyðaróp kennara hér bæði á Suðurnesjum og í Hafnarfirði þar sem að lítil börn að koma inn í skólakerfi hverja einustu viku. Það enginn sem tekur á móti þeim sem getur talað tungumálið þeirra. Við erum ekki að taka utan börnin. Við erum að skapa nákvæmlega það að þau verða jaðarsett. Þau eru strax jaðarsett 6 ára gömul þegar þau koma hér inn í skólakerfi. Vegna þess að við erum ekki að höndla þetta. Þannig að ég segi, við verðum í rauninni að hafa málaflokkin þannig að við séum að gera þetta vel. Við verðum að hafa þetta skilvirkt og við verðum að hafa það þannig að allir viti í rauninni að hverju þeir að ganga. Ég held að þessi flestir sammála þetta en eitt af því sem maður tekur eftir og hefur auðvitað breytt umræðinu mikið, það svo uppbeygja sem að Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar, tekur með flokkinn sinn. Þau höfðu talað mjög afkennandi gegn þeirri stefnu sem Mette Frederiksen boðaði og innleiddi í Danmörku. Svo kemur Kristrún að því að við á einni nóttu og snýr þessu við.
Bragi, finnst þér þetta til merkis að það sé að verða meiri umpólun í pólitíkinni? Eru líkur til þess að ríkisstjórnin sé hætt út af þessu, að því að það sé að myndast einhvers konar bandalag þvert á stjórnarandstöðu og hluta meirihluta? Ég held nú að fólk sé nú aðalega að gíra sig upp bara fyrir kosningar og koma sér í og bara mjög gott að fólk sé einmitt að sýna spilin. Hvort þetta er einhvers konar uppbeygja, ég veit ekki, en þetta er allavega það var eftir þessu tekið og en þetta er líka kannski bara það að fólk er greinilega að hugsa þetta og þú veist, auðvitað verður hver flokkur að vera með einhverja grundigt stefnu í þessu. Hvað heldur að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra að gera? Heldur að hún hver spáir í því? Hún í miklu vanda. Þetta þvert á þá stefnu sem að þau hafa boðað. Já, sko, Vinstri grænir eru náttúrulega búin að vera í gríðarlegum vanda mjög lengi. Það náttúrulega bara svona kannski eðlið þess að hoppa uppi með Sjálfstæðisflokknum og það náttúrulega málamiðlanir sem þarf að fara í og þær geta verið bara mjög sársaukafullar fyrir og þá sérstaklega kannski svona á vinstri kantinum. En hvað hún gerir, ég held að hún hljóti líka bara að taka skynsamlegar ákvarðanir eins og hennar von og vísa. En þetta sko það góða í þessu myndi ég segja að það verið að hugsa þetta og reyna að ná þetta því að ég alveg sammála því að auðvitað þarf að vera ferli sem virkar og við hefum líka að horfa til hvað aðra þjóðir eru að gera í þessu. En það þarf líka að koma inn í þetta að það koma upp alþjóðleg mál sem við þurfum að líka þá vera með einhverja ferla til að grípa og það eitthvað sem við vitum ekki af. Það bara það sem við sjáum með Venezuela, Úkraínu, Palestínu. Við verðum líka að geta brugðist við því og tekið þátt bara sem þjóð meðal þjóða í að hjálpa fólki. En við þurfum þá að geta raunverulega hjálpa þeim. En einmitt ekki verið með einhverjar tálsýn og það versta náttúrulega að fólk komi inn í þjóðfélag sem það einhvern veginn nær ekki að smjúga inn í og vera bara þáttakandi í. Þú nefnir átökin í Úkraínu, mér langar til að færa talið dálítið að þessum hryllilegu fregnum frá Síberíu, þar sem Alexei Navalny, stjórnarandstöðuleiðtoginn, höfuðprúði, lést sennilega eða öllu líkindum verið myrtur í þessu ömurlega fangelsi. Hvernig líst ykkur á stöðuna núna þegar að 2 ár eru liðin frá innrás Rússa í Úkraínu? Evrópa að gefa eftir? Erum við að tapa stríðinu við rússneska björninn? Ég segi náttúrulega bara að við erum að horfa upp á gjörbreytta heimsmynd og sérstaklega hvað lítur að okkur hér í Evrópu. Ég tek undir með þér að Navalny var alveg örugglega myrtur. Ég horfði á verulega athyglisverða heimildamynd má segja sem að hann gerði með sínum félögum ásamt blaðamanni og var sýnd á ríkissjónvarpinu núna á mánudagskvöldið. Stórkostlega, ótrúlega hugrakkur og bara algjör frelsisetja þessi maður. Og það voru milljónir og aftur milljónir Rússa sem voru orðnir hans stuðningsmenn og treystu á hann. Og þess vegna er hann myrtur? Þess vegna er hann myrtur og það var eiginlega ótrúlegt þannig að 2020 þegar eitra fyrir honum og þeim næstu í tókst að myrða hann og hefði tekist ef að vélinn hefði ekki lent svona fljótt með hann sko. En þegar hann er búinn að vera að endurhæfa sig eftir þau miklu veikindi og ná sér upp aftur, þá var ekkert annað en heim aftur til Rússlands, jáfnvel þó hann byggist við því að verða handtekinn og drepinn. Hann gekk í dauðan og hann gerði það og var spurður að því til dæmis, hvað viltu segja ef þú verður nú drepinn og hvað skilaboð ertu með? Og hann brosti bara góðlátlega og þetta var ótrúlega þegar ég bara dárast yfir þessu sko, það var svo flottur þessi maður en hann sagði bara, já við erum komin langt og ég bara bið alla bara aldrei að gefast upp, ekki gefast upp. Ég meina að það að ef ég verið drepinn þá er það út af því að við erum á réttri leið, þú veist, þá er það út af því að við erum með skilaboð sem að þeim þóknast ekki, sko, þannig að... En stríðið, Bragi, þú hlýtur að fylgjast með þeim fréttum eins og aðrir og við fáum sífellt fréttir af því að Úkraínumenn hafi ekki nægilega mikið af skotfærum. Rússarnir sækja fram, vinna borgir sem að reyndar er búið að jafna við jörðu. Hvaða framtíð býður okkar ef að Pútín og kónar hans ná sínu fram? Sko þetta er ótrúlegt að fylgjast með þessu
hann bara hnykla vöðvana og raun og veru bara, sko, sko breytt heimsmynd sem við erum að horfa á, en hún líka óþægilega kunnuleg sem að birtast þarna, að það bara svona einhver svona kuldi sem stafar þarna og þeim greinilega bara drull allt og alla og hvað öllum finnst. Mannslífin skipta engu máli? Mannslíf skipta þá engu máli, sko. Þetta bara spurning að hnykla vöðvana, sækja fram, ná sínu sem þeim finnst og einmitt hvað þá næst, af því að við vitum náttúrulega að sko eins og bara ef við horfum á Sovétríkin, þetta var ansi mikið meira en það sem það í dag, eða semst Rússland og raun og veru ef þetta gengur svona og Úkraína einhvern veginn svona peðið sem bara hamast á og hvenar, ég veit ekki, sko, þau náttúrulega með stuðning úr öllum áttum, en það ekkert nóg, það allt lagt undir að bara íta þeim niður. Mun NATO dragast inn í þessi átök með beinum hætti? NATO einhvern veginn bara, sko nú náttúrulega bara Svíar og Finnar að hlaupa í skjól, sko. Í þeirri vonum að NATO sé nægilega gríla á móti, bangsa. Þú veist, og það eru rosaleg tíðindi. Þau hafa bara haldið sér gersamlega frá öllu. Og þannig að, þú veist, það fólk náttúrulega, og ég meina Finnar þarna við hliðina og ég meina það bara, fólk bara hrætt og skiljanlega og bara uggandi yfir því sem að gerast og tala ekki Eystrasaltslöndin og þau hafa raunir engin vopn nema þá sambandið við NATO og NATO svona bara, styður þarna Úkraínu en það ekkert svona meira en það, í raun og veru. Það bara, Úkraína notar sem bara pröfukersla á ástandið og þetta eiginlega alveg ótrúlega ókvæðilegt, svona sem kaldastríðsbarn. Já, við sjáum líka, sko, og heyrum og sérfræðinga ræða nákvæmlega það hvaða álit Putin hefur á NATO og hann í rauninni búinn að teikna þá mynd að NATO sé mjög veikt og akkurat núna frekar sundrað og veikt. Sérfræðingar hafa ýmsir eins og við skulum segja Danir hafa náttúrulega verið að senda núna og í kjölfarið á þeim myrða Navalny þá hefur komið aukinn vopnaflutningur og stuðningur til Úkraínu einhvern veginn, sko, en við sjáum það ýmist að menn telja að sérfræðingar að það séu kannski svona 5 ár í það að Putin fari að láta reyna á stóðina, NATO-stóðina og fari að koma með einhverja skærur í eitt og einn NATO-ríki og reyna að bomba innviði. Sérfræðingar telja það sig jafnvel styttra eins og þýskur sérfræðingur sem ræddu vopnabúnaði? Danski varnarmálaráðherrann segir 3 til 5 ára meðan að norski sérfræðingurinn þar segir 1 til 3 ára og segir bara við verðum hreinlega að fara að teikna upp þá sviðsmynd að vera undirbúin undir það. Þetta ólíkindatól þessi maður og við getum búist við hverju sem af honum og það meiri að segja muni bomba Keflavík. Þýskur hermálasérfræðingur nefndi það sérstaklega að innviðir eins og flugvellir og að Keflavíkurflugvöllur væri þar sannarlega við varum landfræðilega mikilvæg fyrir Bandaríkjamenn og allt þetta. Þingið upplýst hvaða varnir við höfum fyrir völlin? Eru einhverja vangaveltur að koma þar upp loftvarnabúnað eða öðru slíku til þess að verja þetta eina hlið sem við eigum við umheiminn, eða til umheimsins? Ég hef náttúrulega, ekki utanríkismálanefnd, það náttúrulega að fara þessi umræða en ekki þingið í heild sinni. Við höfum ekki verið upplýst þetta inn í þinginu og ég veit ekki, við lítum þjóðaröryggisráði líka að virkilega reyna að teikna upp einhverja sviðsmyndi með tilliti til þess hvað erlendir sérfræðingar eru að bera á borð en ég nú að vonast til þess að verði meiri svona samheldni núna og NATO fara að sína út á við að við erum sterk. Að hann geti ekki Putin alltaf reikna með því að sé að ganga bara yfir okkur á skítugum skónum en eins og ég segi og þið nefnið hér áðan hann ber enga virðingu fyrir mannslífum, honum alveg sama hver fórnarkostnaðurinn hann stefnir bara í eitt, mér sýnist það nú bara stefni í heimsifir á, sko. Það nú eiginlega það sem að draumarnir hans eru. Nei, en ég meina hann er bara þannig þengjandi, held ég. En talandi átakavettvang, mér langar til að færa talið þess að Grindavík eiginlega frá því að við hófum
þennan þátt 1. desember hefur það verið fyrsta og stærsta fréttamálið eðlimáls samkvæmt. Nú eru Grindvíkingar komnir heim, lögreglustjórinn búinn að heimila það, en þar á sama tíma og Veðurstofan er nánast farin að gefa upp dagsetningu fyrir næsta gos. Þetta er orðið ótrúlega skrítið langvarandi ástand. Já. Einmitt, já, sennilega verður flugvöllurinn farin undir hraun áður en Pútín er honum. En þetta er ótrúlegt. Þarna er heilt samfélag sem er einhvern veginn búið að slíta upp. Og maður skilur það að fólk vil fara heim og fólk vil fara í vinnuna og halda áfram í lífið. En maður sér bara utanfrá, það eru sprungur undir bænum, það eru kvikuhólf sem leynast þarna undir, sem fyllast og tæmast á víxl og það getur ekki verið góð hugmynd að byggja upp einhverja framtíð ofan á þessu, en þarna eru bæir og við búum raun og veru ofan á bara Eldfjalli, Þetta er ólgandi það er raun hver sem litið er. Og við bara erum þar sem það er hlýtt á landinu og þar er orka undir og allt búblandi. Grindavík er þetta er náttúrulega bara hræðilegt, en þetta er náttúrulega sviðsmynd sem getur stækkað í allar áttir. En er þetta falsvonir þá sem að lögreglustjórinn er að veita með því að hleypa fólki inn? Hann hlýtur að vera með sína forsendur fyrir því, okkur hann hleypi fólki inn og væntanlega er það mikil pressa að komast bara heim fyrir fólk, komast í vinnu. Halda bara einhvern hjólum gangandi sem eru þarna bara blómlegu business búin að vera. En hvað þýðir það eins og fyrir þingi? Nú þið að samþykkja löggjöf, þið að móta núna aðgerðir sem að miða því að kaupa upp allt húsnæði í Grindavík. Af hverju við að ýta fólki inn á svæðið aftur ef að menn eru að undirbúa áætlun af því tagi? Ef að þessari áætlun eru hrundið í framkvæmd, þá er bærinn úr sögun. Já, ég held nú í rauninni eins og við erum að tala ég held að forsendur hafi lítið breyst í dag frá því fyrir viku síðan. Hvað lítur að í rauninni því ástandi sem er í Grindavík og eins og Bragi réttilega bendir á kvikuhólf og sprungur og annað slíkt, en núna er verið að meta þetta og mæla með drónum og mér skilst að þau séu nú búin að fara yfir 80% af öllu svæðinu og það eftir að vinna úr frekari gögnum þegar búið að vinna úr 40% af gögnunum. Ég tel að sé mikill þrýstingur íbúan að fara inn og það sem við erum að tala þegar þú segir kaupa upp allar eignir, það er ekki þannig að við séum að fara að gera það, fólki hefur val. Þú ræður því alveg sjálfur hvort þú vilt að ríkissjóður grípi inn og taki utan um þig og þú ert þá væntanlega að fara að búa þér nýtt líf á nýjum stað. En ef 20% íbúan að taka tilboðinu, þá er bærinn, er það ekki úr sögunni? Já, hann er náttúrulega 100% eiginlega úr sögunni núna. Eins og það er og við erum að tala að fara að gjósa í mars, kannski jafnvel dagsetningunni 1. mars, þannig að bærinn er í rauninni jafn mikið úr sögunni finnst mér í mínum huga eins og hann var þegar síðasta gos varð, sem að varð í rauninni ólíkinda gos að því leyti til að við sáum afleiðingarnar af því á bara allt Reykjanesið, þar sem að varð vatnslaust og allt hvað eina. Ég segi fyrir mína parta ríkisstjórnin og við svona þverpólitísti erum að reyna að nálgast hlutina og Grindvíkinga á Grindvíkingaforsendum. Við erum að gera það sem samfélag og okkur finnst við eiginlega bera skylda til að gera, til að taka utan einstaklinga og fjölskyldur sem hreinlega hafa verið teknar upp úr rúmi miðjanættu til þess að yfirgefa heimili sitt. Maður getur eiginlega ekki, ég get ekki sett mig í þessi spor, ég get ekki sett mig í þessi spor vegna þess að mér finnst þetta bara svo hræðileg spor. Og þetta er mikið áfall, þau eru öll í áfalli ennþá og það er erfitt, þess vegna verið að gefa líka aðlögunar tíma, jável 2 ár, þú hefur forkaupsrétt á þinni íbúð ef að til dæmis aðstæður breytast, ef allt í einu skildi nú allt verða yndislegt og sýnilegt að verði bara engar frekari jarðhræringar næstu árhundriðin, en ég veit ekki hver þetta geta verið svo vísdómsfullur. Nei. Þannig að ég segi, við erum bara að gera okkar best og það er ekki þannig að sé verið að kaupa upp allan bæinn nema bara fyrir þá sem að það vilja. Það er fróðlegt að sjá hvernig fólk bregst við þegar frumvarpið er komið í gegn. Og þetta verður bara því miður alltaf hluti af bara landinu sem við búum á. Ég meina það er ekki langt síðan bara Vestmannaeyjar voru tæmdar heima í. En það sneri fólk tilbaka? Sneri fólk tilbaka, byggir svo upp aftur og eins fyrir vestan eftir snjóflóð þar sem bara raun og veru rífa bæi bara gersamlega bókstaflega í sundur.
þar snýr fólk aftur, lífið heldur áfram, en þetta náttúrulega, þú veist, þegar það byrjar að renna bara, þú ert bara að horfa á þetta líka núna í bara beinni útsetningu hérna bara á höfuðborginni og þú sér bara bæ brenna, það bara rennur glóandi hraun inn fyrir bæjarmörkin. Auðvitað þarf að bregðast við og það þarf að veita aftur fólki einhverja vissu einhvers konar framhald og það bara stóra máli í þessu að fólk viti hvað verður og það sé gripið. Við fylgjumst með þessu með öndin í hálsinum auðvitað og ekki síst þegar nær dregur 1. mars þegar menn telja að þetta kunni að fara af stað að nýju og ekki vitum við hvað það kemur upp. Mér langar hins vegar óháð því fyrir utan góðsveitirnar að spyrja hver verða stærstu tíðindin í næstu viku þegar að kjördæmavikan verður komin í fullan gang og annað, munum við sjá stór tíðindi? Já, ég veit ekki, sko, svona snemma á föstudagsmóti eða völvu hæfileika mínir eru ekkert sérstaklega sterkir núna en ég held að við munum bara þetta verður mjög svipað því sem hefur verið á undan við fylgjumst náttúrulega með því sem er að gerast í stríðsmálunum öllum saman hreint og auðvitað hér heima það gæti hugsanlega farið að gjósa sko fyrr, það gæti orðið stærsta fréttin vegna þess að ef að gís þá náttúrulega það eina fréttin. En það gæti orðið gos á öðrum toga, það var einhver sem að hvíslaði því að mér og þú verður að íhuga jafnvel forsetaframboð. Já, það bara Bessastaði, já, það bara að drífa sig í það, sko. Kemur það til greina? Nei, það ég held ég að myndi nú alls ekki gera, ég held ég geri miklu meira gagn með þessum háaða mínum inn á Alþingi í baráttunni, já, í baráttunni fyrir fólki mitt heldur en nokkuð tíma á Bessastöðum. Þannig að þú útilokar þetta? Já, ég slæði það hreinlega út á borðið. En þú, Bragi Valdimar, þú ert orðin 35 ára og þú mátt bjóða þig fram. Já, þakka þér fyrir. Nei, veistu, ég held ég geti hugsað mér margt annað heldur en að setjast fyrst á Bessastaði. Ég held að það er frábær fórst. Já, þakka þér fyrir það. Það hafa nú margir öflugir íslensku menn verið, Grímur Thomsen og Sveinbjörn Egilsson og fleiri. Jú, þetta er gamalt ættaróðal, sko. En þetta er sniðið að gefum þessu 20 ár hýðubót. Lefum einhverjum að spreita sig fyrst. Er eitthvað sem að þú sér svona við sjóndeildarhringinn? Nei, það er náttúrulega bara þetta sama, sko, og svona þetta eru ansi mikil tíðindi. Svona ég kannski, veit ekki hvað teljast mikla fréttir en þessar jarðhræringar eru óþægilega nálægt okkur og það er að segja höfuðborgarsvæðinu og þú veist, það er verið að spá núna fyrir gosi bara upp á dag og klukkustund. Þetta er orðið svona óþægilega nákvæmt og þú veist, þetta er að heimsmálinn alltaf ótrygg og það er allt í kásu þarna í Bandaríkjunum sem eiga að vera svona einhvers konar mótvægi við Putin og hann nýtir sér það, þú veist, þetta er svolítið mikið óróa tímar, sko, myndi ég segja. Það er nefnilega svakalegt, sko. Og svona, maður hefði haldið að yrði meiri kyrrð með svona tíð og tíma, en kannski segir okkur það er aldrei friður. Það er ekki að vísa svona róa. Bragi Valdimar Skúlason, Inga Sæland, þakka ykkur kærlega fyrir komuna hér í Fréttir vikunnar á vettvangi Spursmála. Takk fyrir mig. Góðar helgar. Sömuleiðis. Hér eftir örskamastund verður í setunni hjá mér Bergþóra Þorkelsdóttir sem er forstjóri Vegagerðarinnar. Við ætlum að ræða stór og mikil mál sem að tengjast uppbyggingu, sennilega okkar mikilvægastu innviða hringinn í kringum landið. Fylgist þið með. Hvert skref skiptir máli. Frá okkar fyrsta til okkar næsta. Allt skiptir þetta máli og kemur okkur lengra en við töldum mögulegt. Toyota. Förum lengra. Komið sæl aftur, hingað í setjutíminn er komin Bergþóra Þorkelsdóttir. Hún er forstjóri Vegagerðarinnar og þekkir þau mál út og inn. Ég ætla að ræða við hana hér næstu mínúturnar þennan mikilvæga innvið í okkar samfélagi landið þvert og endilangt. Heil og sæl. Takk fyrir. Mér langar til að fara dálítið vítt yfir sviðið en kannski þau mál sem að oftast kom upp í umræðunni þessi daginn og þessa mánuðina eru samgöngumálin á höfuðborgarsvæðinu. Samgöngusáttmálinn sem var undirritaður 27. september 2019 ef maður rétt og til umræð á ýmsu sviðum nú síðast út af þessari miklu brú sem á að reisa yfir Fossvoginn. En mér langar til að spyrja þig út í svona kostnaðar umfangið með vísan í það sem að fyrrverandi fjármálaráðherra sagði þau mál?
Sko, samgöngusáttmálinn eins og segir undirritaður 2019 og þá fara inn í hann ýmsar tölur sem voru lítið undirbyggðar og í rauninni held ég að maður geti verðilega bara að byrja á að segja að framkvæmdir eins og þær sem í sáttmálanum, þær hafa lágmarki 5 ára undirbúning. Þarna voru framkvæmdir sem höfðu engan undirbúning og menn vildu setja þær á dagskrá og hefja undirbúning þeirra. Þannig að við flöggum því nú strax á Vegagerðinni að sko menn getur ekki komið með einhverja kostnaðaráætlun á það. Var þetta þá bara konfektkassi? Nei, þetta voru bara markmið. Þetta ekki gripið neitt úr lausu lofti eða neitt slíkt. Þetta eru vinnuhópar sem hefur verið að vinna alveg frá 2015 sem hefur lagt grunninn að því að það væru þessar framkvæmdir sem væru heppilegt að fara í og myndu svona vinna saman að því að bæta umferðar ástand á höfuðborgarsvæðinu, þannig ég held að það sé ekkert, en hins vegar sko þetta eru gríðarlegar framkvæmdir og undirbúningur, það er eiginlega það sem að menn virðast eiga mjög erfitt með að skilja, jafnvel þó að menn séu á hinu háu Alþingi og hafi kannski komið að því að búa til það regluverk sem gerir það að þessi ferlar eru mjög langir. Undirbúningstími að velheppnar innviðaframkvæmdir 5, kannski jafnvel 10 ár. En menn undirrita samning sem að það var 2019 já. Og menn segja að þetta kostar 120 milljarða, svo uppfæra með þetta séu 160, svo kemur fjármálaráðherrann eins og ég segir, já okkur sýnistu öll að þetta séu sennilega 300 milljarðar og eitt að menn segi við, það vilja yfirlýsingum að ráðast í þessa framkvæmd og aðra, en menn hafa gengið lengra, sveitarfélögin hafa skuldbundið sig til að setja milljarða inn í verkefnið, ríkið búið að skuldbinda sig til þessu sömuleiðis, búið að afhenda eitt verðmætasta byggingarland þjóðarinnar í Keldnaholtinu. Er ekki dálítið svakalegt og eins og fyrir því sem að rekur þessa stóru stofnun að menn undirriti samninga, fara að setja peninga inn í verkefni og svo kemur að ljós, út í miðri á að verkefni kostar kannski ekki 160.000 milljónir heldur 300.000 milljónir. Sko ég held að við verðum bara að horfa á það að þegar þú ert með verkefni á skilgreiningastigi, það eru 4 hönnunastig og fyrstu 2 stigin þá eru verkefnin mjög lítið þroskuð og það er mikið regluverkum lögboðið samstarf við sveitafélög, hagaðila og svo framvegis. Það er ekkert farið að vinna í neina þessu. Í einhverjum tilfellum eru menn bara ekkert alveg kláraði hvernig framkvæmdin á að vera. En í dag? Í dag, við erum komin lengri í dag og þessi tími hefur verið nýttur til þess við vinna þessa vinnu, þannig að sumar þessar framkvæmdir eru búnar, sumar eru í loka hönnun, aðrar eru í forhönnun, sumar eru í frumdrögum og talsvert margar en þá skilgreiningastigi. En er þetta ekki sammála því að það sé vandkvæðum bundið að menn skuldbindi sig til þáttöku í verkefni? Ef að það liggur ekki fyrir hvort að verkefni kosti, eins og ég segi, 160 milljarða eða 300 milljarða? Sko ég hef alveg sagt það sem hefði verið skynsamlegt að gera á þessum tíma. Nú var ég ekki inn í þessum viðræðum þegar þær voru, þannig að ég get ég ætla bara ekki að fara fabulur það hvað fólk var að gera þar. Ég í rauninni fæ þennan sáttmála í fangi eins og kannski margir aðrir. En sko það sem hefði kannski verið skynsamlegt að gera er að gera 3-4 ára samning undirbúning þessara framkvæmda. Þannig að það væri svo hægt að skoða það þegar að það lægi fyrir, hvernig þær litu út, hvernig menn vildu halda áfram. Þetta er svolítið bara framgangsmáti samgönguáætlunar. Á samgönguáætlun eru 3 tímabil og það er mjög lítið vitað um framkvæmdir sem eru á 3. tímabili samgönguáætlunar. Það er hins vegar talsvert mikið vitað um verkefni sem eru á 1. tímabili. Ekki allt, en mjög mikið. En fórum þá fram úr sér? Ég held að menn hefðu kannski bara átt að gefa þessu tíma, menn voru bara óþolinmóðir. Og það er bara mjög algengt. Menn vilja bara fara hraðar heldur en hægt er. En nú þegar að Bjarni Benediktsson segir þetta sennilega kostar þetta 300 milljarða og nú þurfum við að forgangsraða og það er ljóst að við getum ekki ráðist í þetta allt. Hvernig horfir það við þér? Þú ert auðvitað með allan pakkan, all landið undir. Það er ekki bara höfuðborgarsvæðið. Er það raunhæft á þeim tíma sem að menn hafa ætlað sér í það að koma upp borgarlínu og umbylta samgöngukerfi borgarinnar að gera þetta miðað við þær kostnaðartölur sem eru að koma upp úr hattinum í hverju verkefnin og fætur öðru?
Sko, ef þú ert að spyrja mig hvað ríkið og sveitarfélögin vilja setja samgöngumál, þá get ég ekki alveg svarað þér þar. Ég ræð því ekki. En sko, ég hins vegar get alveg sagt þér að það mitt mat að höfuðborgarsvæðið sem vex 100 manns á viku þarf að fara í gríðarlegar innviðauppbyggingar. Og það höfum við náttúrulega séð borgirnar í kringum okkur gera. Og þær framkvæmdir hafa heldur ekki verið ódýrar eða fyrirsjáanlegar. En við höfum ekkert gert í þeim málum núna árum saman. Það var gert beinlega samkomulag að dæla penningum í strætó, milljarða á ári í nokkur ár og á sama tíma hefur, ég get ekki sagt að við engar framkvæmdir á sér stað í borginni því að borgin hefur verið að þrengja götur, Snorrabraut, Borgartún, Grensásveg og fleiri götur. En það eru engar stórframkvæmdir við Reykjanesbrautina eða Miklubraut, Kringlumýrarbraut, það sem að nokkuð hefur þokast í þessum málum. Nei, en það akkurat það sem að samgöngusáttmálinn átt að gera og ég held að þrátt fyrir allt hafa hann gert það. Það að taka saman þessi, skulum segja, ólíku sjónarmið sem að ollu því að menn voru nánast í framkvæmdastoppi og allavega frá ríkishliðinni þá voru við í framkvæmdastoppi svona það bil og vorum svona að reyna bara að laga til hér og þar en að öðru leyti ekki með stórframkvæmdir á döfinni og samgöngusáttmálanum var ætlað það að ná saman þeim ólíku sjónarmiðum sem þarna lágu undir í eitt sáttmála. Ég held að það hafi tekist og það er mín upplifun að samgöngusáttmálinn hafi brúað bil á milli manna og auki skilning á milli manna þörfin á samgönguframkvæmdum fyrir það fyrsta og þörfin á samgönguframkvæmdum fyrir ólíka ferðamáta í stór borgarumhverfi sem við erum í róleitunum að fara inn í, höfuðborgarsvæðið, ég held að fólk átti sig ekki alveg á því hvað það er mikil fjölgun. Þegar þú færið 100 nýja einstaklinga inn á hverju viku og þessir einstaklingar þurfa að koma sér fyrir og þeir þurfa að finna sér samgöngumáta og þeir þurfa að komast á milli staða að við þurfum að bregðast við. Það er alveg augljóst og það er bæði á stofnvegum og mjög mikilvægt. Líka í almenningssamgöngum og líka í virkum ferðamátum sem að hefur í rauninni vaxið ótrúlega hratt, hjólreiðar með bættu stígakerfi og kannski ekki síður bara með bættum reiðhjólum. En þetta algjört brota heildar samgöngum sjónum. En það, þegar... Rétt eins og strætó bara í raun og veru, það munar lítið það. Strætó að taka ykkur 4-5% af ferðunum hefur hins vegar fjölgað og ég alveg sammálaður að það er ekki stórt hlutfall en ég myndi síður vilja fá það samt út á stofnvegina. Það munar allt. Það munar það alveg í augnablikinu og ég held að og svo horfum við kannski á að hliðina í þessu að höfuðborgarsvæði þarf að þróast í átt að því að vera samkeppnishæfur valkostur fyrir ungt fólk sem hefur ýmsa möguleika í dag og ungt fólk vill í auknum mæli geta valið og valið stendur þá það ég að fara að taka almenningssamgöngur, hentar það sem ég eða ætla ég að nota einkabíl eða ætla ég að hjóla eða hvernig ætla ég að blanda þessu saman. En það líka að spyrja fólk út eða hvort það sé tilbúið til að greiða fyrir þetta því að þetta eru gríðarlegar kostnaðartölur og mér langar til þess að taka sérstaklega fyrir mál sem að hefur mikið verið í umfjöllun undanfarið og það brúin Alda sem að stemt að því að og reyndar byrjaði undirbúa uppbyggingu á yfir Fossvog. Og fólk klóra sér í kollinum yfir því hvernig menn geta komist að þeirri niðurstöðu að verja 8-9 milljörðum að lágmarki, sennilega miklu hærri fjárhæð þegar upp staðið með reynsluna framkvæmdum sem þessu í jafn stutta brú á þessa sem aðeins ætluð brotabroti af þeirri umferð og þeim samgöngum máta sem að fólk helst kýs. Og ég spyr, ef við erum ekki að fara að verja 160 milljörðum, heldur 300 milljörðum í þennan samgöngusáttmála í borginni, það rétt forgangsröðun að setja 10, 11, 12, kannski 13 milljarða í svona takmarkaða framkvæmd sem lítið leysir annað en að koma strætó og hjólandi og gangandi vegfarendum yfir eða milli Kópavogs og Nauthólsvíkur? Í fyrsta lagi, þá held ég að brú yfir Fossvog verði alltaf dýr.
brú yfir Fossvog sem á að taka, skulum bara segja 5 akreinar, þó það séu vissulega mjórar en venjulegar akreinar, er 16 metra breið, jafnvel 17 metra breið og 270 metra löng og það er með allengstu brúm, það er ekki lítil brú, það er ekki stutt brú. Það eru fáar, það eru kannski 3-4 brýr á landinu lengri. En þetta eru kjör aðstæður, þarna eru mikla grynningar? Þetta er sem sagt mjög stór brú, alveg sama á hvaða skala þú setur. Þannig að sem sagt, mér finnst eiginlega sko, viðfangsefni þarna vera er snjallt að hafa brú yfir Fossvog fyrir gangandi, hjólandi og almenningssamgöngur. Það er kannski spurningi númer 1. Sú ákvörðun eða sú tilhögun er ákveðin 2018 í kjölfarið á skoðun hjá erlendur ráðgjafafyrirtæki á leiðum, hugsanlegum leiðum fyrir borgarlínu sem var þá svona á hugmyndastigi. Það er fyrsta hugmyndin, eða fyrsta spurningin. Næsta spurningin er, getum við leyft okkur að hafa þessa brú íburða meira en aðrar brýr og borga viðbót fyrir það. Það er sem sagt, ef það er snjallt að hafa brú yfir Fossvog, þá vitum við það að það verður alltaf stór brú og hún er alltaf að kosta. Ef við ætlum að hafa hana hönnunarbrú eins og stendur fyrir núna, þá kostar hún meira. Þannig að þetta Hvað mikið meira, skal ég segja? Er það hégómið þá sem að veldur þessum rosalega kostnaðarauka? Nei, ég held að, sko, Hún er margfalt dýrari heldur en Þorskafjarðarbrúin. Já, sko, ég er að reyna að segja þér að hún mun alltaf verða dýr af því að hún er margfalt stærri en Þorskafjarðarbrúin. Og hún er breiðari en Þorskafjarðarbrúin. Já, ég segi það. Þetta er sko í fermetrum talið, þá er hún en í lengd. Og í lengd er hún svipuð. Þannig að hún er í fermetrum. En hún er ekki margfalt breiðari. En hún er margfalt dýrari. Hún er 10, Þorskafjarðarbrúin er 10 og þessi er 17. Já, þannig að hún er 70%, en hún er miklu meira en 70% dýrari. Já, þetta er flóknari brú og öðruvísi brú og allt það. Og ég ætla nú ekki að fara að hætta mér út í að útskýra hérna brúarhönnun, en skiluru... Það er alveg óhætt. En sko, ég held að menn verði bara átt að segja á því að ef það á að vera brú yfir Fossvog þá verður hún dýr af því að hún er bara gríðarlega margir fermetrar. Það er eiginlega spurning 1. Spurning 2 er, ætlum við að hafa hana hönnunarbrú og borga aukalega fyrir það. Brúin yfir Þorskafjörð kostar 900.000 fermetrin. Þessi brú hér kostar 1100.000 rúmlega. Brúin er á loka í verkhönnun, hún er semst að verða búin í verkhönnun og þannig að sá verðmiði sem er á henni núna, hann er mjög líklegur. 8,3 og er fyrir brúna. Já, 500 eru fyllingar í Skerjafirði sem í rauninni tengjast ekki endilega brúni og það er gríðarlega hár verðmiði. Það ætla ég ekki að fara og fyrir mig sem er í mjög knappt fjármögnuðu umhverfi samgöngumála svíður þessi verðmiði. Það er bara, ég ætla ekki að fara að draga úr því. Þetta er hins vegar ekki mín brú, ekki minn vegur. Hvað myndum við spara mikla peninga ef við gerðum þetta ekki að hönnunarbrú eða ég get ekki svarað þér því, sko, vegna þess að það hefur ekki verið látið á það reyna. En það er einhver viðbótar verðmiði þar vegna hönnunar og eins og ég segi, þetta er ekki þjóðvegur, þannig að ég er ekki, sko, þú veist, ég er með hlutverki þarna að framkvæma ákveðin verk og tek við brúnni, hún er 5 milljarðar þegar hún kemur upp úr kassanum í samkeppninni og við vissum það alveg að þeir sem stóðu þessari samkeppni, þessar bjóðendur hefðu ekki haft tækifæri til að gera kostnaðaráætlun eins og við gerum hana. Því að það mátti ekki tala við neitt og við vorum ekki búin að undirbúa þessa framkvæmd með frumdrögum en einu slíku. Eitt af því sem En síðan fer hún eiginlega flöggu við því haustið 2023 að brúin er 7,5 og svo þá er hún á forhönnunarstigi og svo er hún komin þá í loka hönnun núna og er þá komin í 8,3. Og þú segir að það sé líklegt að þetta endir svona, það eru margir mjög vantrúaðir á það. Já, sko, ég get alveg sagt það að sem sagt, verkhönnun, þegar við erum komin í verkhönnun, að þá erum við komin, yfirleitt gengur okkur mjög vel eftir það, nema að koma eitthvað óvænt upp, einhverja rannsóknir sem að reynast ekki réttar eða eitthvað slíkt, eða eitthvað hrun á mörkuðum eða eitthvað svona mjög óvænt.
Þannig ég held að við séum nú alveg komin, skiluru, inn í styttri vikmörk, 10-15% eitthvað þess áttar. Og þetta ræðist það svo bara líka markanum, hvernig menn bjóði í og allt þetta. En hérna við höfum, það ekki mikið hlaup frá kostnaðaráætlun við útboð hjá Vegagerðinni og yfir í loka framkvæmd. Eitt af því sem að Betri samgöngur og reyndar í tilkynningu frá ykkur líka nefnt sem ástæði fyrir hinum mikla kostnaðarauka í þessu verkefni stálverð á alþjóðamörkuðum og rætt Úkraínustríðið. Já. Nú skoða ég einfallega tölur alþjóðamarkað og stálverð og ég sé að verðið þar hið sama á mörkuðu núna á árið 2019. Nei, ekki alveg 2019 það. En sko, það alveg rétt að í þessari fréttatilkynningu fórum við með rangmál varðandi þetta stálverð og það helgast að því að sá sem var að taka þetta saman að hann fór áravillt, en gott og vel. Við erum búin að leiðrétta það inn á vefnum, það geta allir gert mistök. En sem sagt brúin kemur upp úr kassanum 2021, áspyrjun 22, 5 milljarðar, við vissum það að þetta mjög dýr brú og því flaggað og hún svo hönnuð áfram og hún hefur bara verið hönnuð eins og þessi hönnunarsamkeppni lagði upp með og við flöggum því haustið 23. Annað stórverkefni sem með svipuðum toga, Arnarnesvegurinn sem gríðarleg fjárfesting og stórt verkefni sem í fullum gangi núna. Það var lagt upp með það að verkefni myndi kosta 2,2 milljarða og þegar gengi var að tilboðum þá reyndist það 7,2. Já, þetta voða skemmtilegt dæmi vegna þess að þarna öll ávaxtakarfan undir í kostnaðarpælingum. Fyrsta lagi, það sem fór inn í samgöngusáttmálann var ekki það sem að Vegagerðin hefði staðið við. Byrjum bara þar. Við töldum á þeim tíma að gatnamótin sem við vorum að verðleggja kostuðu 4 milljarða á verðlagi 23. Það verkefni sem við vorum þá að verðleggja kostar í dag, við útboð 5,1. En það nú ekki mikið munur. Það ekki himinn og haf. Hitt eru viðbætur við verkið. Og þetta voðalega algengt í umræðu eða skiluru kostnaðarverð. Það tiltölulega, það eru 4 hönnunastig, hvert kostnaðarverð á hverju hönnunastigi endurvarpar eða segir til þá þekkingu sem að menn hafa, menn hafa mismunandi, hversu langt erum við komin. Við segja til það hvaða þekkingu við höfum á verkinu og þekkingin vex eftir því sem að verkinu vindur fram í hönnun og kostnaðurinn þá fylgir því. Og þetta svona, menn reyna að gefa vísbendingar þetta með vikmörkum, það gert inn í samgönguáætlun. En hvernig á almenningur og eftir aðtöku stjórnmálamenn að átta sig á því þegar að flöktið þarna milli svona gríðarlegt? Það það sem að maður spyr sig, menn ráðast af stað í verk að segja við ætlum að fara þetta verkefni, koma því á koppinn, það mun kosta þetta, allir rétt upp hönd, undirrita sáttmála, allir fara kátir í kaffi og fá myndir af sér á forsíðu mokkans eða hvað það En svo eru skattgreiðendur bara með allt aðra tölur inn í bankareikningnum eða inn í heimabankanum þegar það síðan að fara að borga fyrir þetta. Þarna í þessu ferli þá taka menn ákvörðun breikkun breiðholtsbrautar, undirgöng, undir hjólastíga, brúna yfir dimmu sem að fylgja verkinu í dag. Það var ekki upphaflega hugmyndin. En þetta ekki óheppilegt, nú ég ekki að saka þig, þetta ekki afskaplega óheppilegt og það sé ekki hægt að gefa raunsanna mynd af því hvað menn í raun og veru að fara að ráðast út í þegar að menn klippa, eða þegar menn undirrita samningana í vonum að vera ennþá í embætti þegar að klipptur á borðana? Ég held að ef að menn vilja kostnaðaráætlanir sem eru alveg greiftari stein, að þá verður að vinna verkinlega miklu lengra áður en að menn fara að tala kostnað. Það engin... En af hverju það ekki gert? Menn gera það í fyrirtækjum? Menn gera það nú svo sem líki fyrirtækjum að byrja að gera sér hugmyndir kostnað. Það bara inn á nú hef ég sett í mörgum fyrirtækjum, og menn gera það bara svona inn í þrengri hópi og ekki með alþjóð með sér í því, Þannig að þetta ekkit öðruvísi í fyrirtækjum að þegar maður veit lítið verkið þá veit maður líka lítið kostnaðinn og svo eykst svo þekking. En kostnaðurinn alltaf upp á við?
Jú, hann alltaf upp og hann verður náttúrulega alltaf upp á við í því efnahagsumhverfi sem við erum í, sko. Það ekki bara það er líka. Þannig að þú sér bara, sko, frá 2018-19 þá var brúavísitala hækkað sem sagt bara í takt við breytingar á okkar umhverfi, sko. En ég held að sko hugmyndir manna kostnaðaráætlanir á fyrri stigum, sem sagt, hvað ég segja, hugmyndir manna eru að breytast. Og ég sé það bara í þessari stofnun sem ég að stýra að við leggjum meiri vinnu kostnaðaráætlanir á fyrri stigum í dag en við gerum fyrir 5 árum og ég held að við eigum eftir að leggja sko, þá enn eftir að breytast það verklega næstu 5 árin. En það þýðir líka að við erum að koma seinna út með upplýsingar og hvað þessi sveigjanleikin minni. En það ekki vandaðri vinnubrögð? Jú, það eru vandaðri vinnubrögð en það hefur líka verið mikil krafa ef maður horfir til fortíðar gríðarlegan sveigjanleika og jafnvel í stórum verkum. Og þarna eru bara 2 ásar sem takast á. Já. Annað stórmál sem eða hefur verið talsveit í umræðinu undanfarið, það Ölfusárbrúin. Þessi mikla samgöngubót sem að menn stefna að koma á koppinn. Ölfusárbrúin nú þetta orðin gömul og lúin. Það stendur mikill styr þessa framkvæmd núna. Geturðu lýst sjónarmiðum Vegagerðarinnar hvað þetta varðar og hvað veldur því að hver aðilinn á fætur öðru að svona stökkva frá borði? Sko ég held að það sé bara ekki gáðlegt fyrir mig að vera að tala mikið við þig Ölfusárbrú meðan að hún ennþá í útboðsferli og því ferli líkur ekki fyrir í mars. Þannig ég held að ég verð bara að fá að koma aftur til þín og tala það. Getið ekki þetta virðist vera í mikilli það eru alls konar ástæður sem að menn það ekki, sko, ég get bara sagt að það ekki samhljómur, það ekki eina ástæða eða eitthvað svoleiðis. Þannig að Hefur áhyggjur á stöðunni? Ég hef áhyggjur á því þegar að óöryggi grípur sig, það alveg klárt. Við erum hérna líka bara það að það gýsir hverju mánuði hefur áhrif, skiljið. Það eldgos á Íslandi einu sinni í mánuði. Og þegar maður situr sem verktaki út í heimi þá finnst manni það ekki traustukjandi í 50 km fjarlægð frá staðnum sem maður ætla kannski að fara. Skilur, það alls konar sem að... það hafa áhrif búna? Það eitt af því sem nefnt, bara svona til að gefa vísbendingar. En þetta verkefni í útboðsferli og ég held sé ekki tímabært að ræða það. Næður ekki lengra með það, en talandi gósið, það hefur stóru miklu vegur farið undir hraun og reyndar fleiri en einn. Reykjanesbrautin líka undir að þér virðist ef að þessar jarðhræringar færast mikið til. Hvað Vegagerðin að gera í þessum málum? Vegagerðin situr yfir því og að fá skulum segja bestu aðila til þess að herma fyrir sig allt mögulegt, til þess að reyna átt sjá því, þú veist, í hvaða sviðsmynd myndi það komu upp. Svo þannig að þá það spurningin á að reyna að verja brautina eða á ekki að reyna að verja hana og það svona menn hafa nú eru menn aðeins farnir að horfa öðruvís á það eftir að við náðum að smella veg yfir hraun á Grindavíkurvegi. Er einhver möguleiki á að verja Reykjanesbrautin ekki? Sko, ég held að það sé bara allt undir í því að hvað getum við gert til að tryggja samgöngur. Í rauninni snýst þetta ekki það hvort við verjum tiltekið mannvirki og tiltekið innvið, við erum að verja það að það séu samgöngur. Flugvöllurinn Keflavík, þar það ekki Reykjanesbrautina? Já, ég segi það og við þurfum líka að horfa á annað vegakerfi á Reykjanesi með tilliti til þess hvað ef. Það getur komið upp svo stað að við getum það ekki, það getur komið svo stað að við ráðum ekki við móður náttúru og þá þurfum við einhvern veginn að koma fólki aðra leið. Þannig að það að mörg að hyggja í því. Aðeins samgöngu áætlunina sem annars vegar framkvæmda áætlun til skemmri tíma við leimir orðað þannig og svo þetta svona þessi lengri tíma áætlun sem að þið vinnir með. Þið fenguð innspýtingu til innviðauppbyggingar í tengslum við COVID, svo núna mikið þrýstingur á stjórnvöld að draga úr framkvæmdaþenslu út af verðbólgu sem við erum að kljást við. Hvaða tilfinningu hefur fyrir þessu? Munum við þokast fram á veginn á næstu árum varðandi samgöngukerfið almennt eða þetta drabbast niður vegna þess að okkur skortir fé? Okkur skortir fé, það sem ég mestar áhyggjur á núna viðhald, svo ég segi það bara alveg og ég Erum við ekki að verja nægu fé í viðhald? Við erum ekki að verja nægu fé í viðhald og ég svona að reyna að tala óljóst til þingmanna sem sita með samgönguál, viljið hlusta á mig? Við munum senda þeim að þátt á þá eins og aðra.
Þannig að við þurfum verulega auki fé í viðhald. Hversu aukið? Við erum... Ef þú mættir ráða? Já, við höfum beðið 5 milljarða núna til viðbótar inn í fjármálaáætlun. Á ári? Á ári og bæði er skuld, viðhaldsskuld, en það er líka bara aldurinn á vegakerfinu. Mikið okkar vegakerfi er 30 ára gamalt og það er bara komið að endur bótum. Í hverju birtist viðhaldsskuldin? Er þetta holur? Hún birtist í slitlögum sem að þú þarf bara að fara út á Reykjanesbraut til að sjá. Hún birtist í holum, hún birtist í sleiguðum vegum og ýmsu þess áttar. Nú síðan erum við bara með jarðgöng líka þar sem að, það þarf að endurnýja búnaðinn í jarðgöngum á tilteknum árafresti. Hér hafa orðið skelfileg banaslys að hrina í janúar. Akkurat. Fólk stendur frammi fyrir þessu orðlaust. Er þetta einhver leyti ábyrgð þess að við höfum ekki byggt upp kerfið nægilega vel? Sko þetta er bara of einföld spurning fyrir of flókið viðfangsefni. Því að það er... Má rekja eitthvað af þessu banaslysum til þess að vegir hafa ekki verið í standi? Ég held að það sé ofsagt, sko. Það er það sem að við sjáum, ekki það að ég er ekki með allar upplýsingar þessi slys, þau eru náttúrulega ekki búin að fara sinn feril, sko. En það sem við sjáum er það að það er mikið það er þyngra ökutæki að fara framan eða aftan á léttara ökutæki. Það tengist klárlega, eða myndi ég halda, tengdist verulega mikilli aukningu á umferð þungra ökutækja. Og við höfum séð það sem sagt, í öllum mælingum að þannig að það er einn parturinn af þessu. En sko síðan er annað sem að kannski, maður sér þarna það er að þetta eru bílar sem fara framan á hvorn annan og í einhverjum tilfellum eru slík slys hefur kannski verið vinstri beygja eða sko, útafakstu vinstra megin, þú ferður á ranga akrein og ferður út af, en núna er orðin svo mikil umferð að sko umferðaraukningin er gríðarleg og umferðaraukningin er sem sagt bara yfir kerfið í heild 60 til 100% og sumum stöðum jafnvel nokkur 100% eins og er fyrir austan Vík. Á hvaða tímabili? Á tímabilinu frá 2010. Við notum gjarnan það tímabil, það er svona þegar að við erum að byrja að ná okkur upp úr runnu og En þú nefnir þungaflutningana, við erum að sjá gríðarlega aukna gríðarlega aukin efnahagsumsvif, verðmætasköpun, ekki síst á Vestfjörðum en líka austur á landi. Vegakerfið fyrir vestan, í Barðastrandarsýslunni sérstaklega, er eins og, maður myndi halda að þetta væri frá miðöldum yfir Óturhúsháls og ég veit ekki hvað þessi vegir allir heita. Guðmundur Fertram Sigurjónsson sem að hefur byggt upp Keresis hefur talað fyrir Vestfjarðalínu þar sem að menn fara í stórfellda uppbyggingu eða gangnagerð. Er þetta einhvers staðar í náinni framtíð sem að við sjáum fram á að þetta verði að veruleika? Sko, fyrsta lagi þá er náttúrulega veruleg vegagerð á Vestfjörðum, bara svo maður haldi til að hafa. Það er unnið bæði á Dynjandisheiði og á Vestfjarðavegi. Þannig að Hjallahálsinn datt nú út í haust og það var veruleg bót. Þar var 12 kilometra stytting og Þorskafjarðarbrúin kom inn og Hjallahálsinn datt út. Þannig að við erum gleðast yfir því. Við erum gleðast yfir því sem þetta gleðast. Teigskógur. Og Teigskógur komin inn og verður alveg frábær vegur. En sem sagt framlög til vegagerðar eða til samgöngumála þurfa að aukast og ég held að þjóð sem að leggur eða ætlar að leggja svona mikla áherslu á ferðaþjónustu og annan iðnað á landsbyggðinni sem að kallar á þungaflutninga þarf að velta því fyrir sér hvernig hægt er að byggja upp vegakerfið í takt við þessa gríðarlega auknu notkun. Og hvernig gera menn það? Sko, við erum með samgönguáætlun núna sem er frekar rýr og hún kannski endurspeglar ástandi sem við erum í, efnahagsástandi og kannski ætla ég ekki að fara að gagnrýna það, hún bara gerir það. Síðan er vinna í vinnuhópi á milli ráðuneytanna, fjármálaráðuneytis og innviðaráðuneytis, þar sem að menn er að
velta fyrir sér hvernig á að taka gjald af þessari umferð. Hvernig ætla menn eftir orkuskipti að taka gjald af umferð. Menn eru byrjaðir. Og menn eru aðeins byrjaðir núna áramótin og væntanlega kemur eitthvað framhald af því fyrir aðra því jafnvel þó að stór hluti flotans noti jarðefnaeldsneyti þá eru bara bílar orðnir svo miklu sparneytnar en var. Og svo náttúrulega förum við í auknum mæli yfir í nýorku. Þetta fjármagn þarf einhvern veginn að leita inn í samgöngukerfið. Og það ekki bara að við séum með þennan nýja atvinnuveg, svona tiltölulega nýja atvinnuveg sem ferðaþjónusta og laxeldi og ýmislegt annað sem að fer út af vegina, heldur eru við að nota samgöngukerfið allt öðru sem við gerðum. Við búum langt frá vinnustað, búum kannski langt frá skóla og það verið að keyra. Og ég átti samtal bara núna, síðustu viku við konu sem var að útskýra fyrir mér að börn á sunnanverðum Snæfellsnesi fari í leikskóla í Borgarnes. Já. Það örugglega gott fyrir rekstur leikskólans en það setur álag á vegakerfið. Akkurat. Þannig að skiljið, þetta eru bara lýðfræðilegar breytingar sem við þurfum einhvern veginn að bregðast við. Það eru ótal mál sem ég hefði viljað fara meiri í gegnum með þér hér. Tíminn runnið frá okkur enda stór málaflokkur. Við skulum láta verða því að þú komir til okkar kannski þegar útboðinu Ölfusárbrúna lokið og þá þurfum við að ræða Sundabrautina og fleiri stórmál sem að bíða betri tíma. Sem eru bara alveg ljómandi spennandi. Bergþóra Þorkelsdóttir, þakka kærlega fyrir komuna í Spursmál. Já, takk fyrir sömuleiðis. Þá ekki meira á vettvangi Spursmála þessa vikuna. Við verðum hér í næstu viku, þann 1. mars og hlökkum til að hitta ykkur þá. Verið þið sæl.